Góðan dag, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og fjármálastjóri sem hér samankomin á Zoom-fjarfundi vegna þeirra takmarkana sem eru upp í samfélaginu vegna COVID-19. Ég býð ykkur velkomin á 300. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Fundurinn tekinn upp líkt og hefur verið og verður hann sendur út á vef Fjarðabyggðar að honum loknum. Dagskrá fundarins í dag eftirfarandi. Fyrst á dagskrá almenn mál 1, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021-2024 sem tekin til fyrri umræðu. Fundargerðir bæjarráðs númer 684, 685 og 686 sem eru bornar upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmæli. Fundargerðir eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 272 og 273 sem einnig verður bornar upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmælum. Fundargerð hafnarstjórnar númer 251, fundargerð fræðslunefndar númer 91, fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 32, fundargerð félagsmálanefndar númer 138, fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina númer 20, fundargerð barnaverndarnefndar númer 122. Þá einnig 7 liðir undir almenn mál 2 sem liður 14, samþykkt breytingu á samþykkt stjórn Fjarðabyggðar og fundarskap bæjarstjórnar. Liður 15, erindisbréf menningar- og nýsköpunarnefndar endurskoðað 2020. Liður 16, fjárhagsáætlun 2020 viðauki 5. Liður 17, lántaka 2020 hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Liður 18, boðun 35. landsþingssambandsins 18. desember 2020. Liður 19, reglur tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags. Liður 20, 730 hraun 1, óveruleg breyting á deiliskipulagi, fjölgun lóða. Eins og hefur verið þá notið við spjallið hér til hliðar til óska eftir því að fá að taka til máls. Bæjarfulltrúar greiði atkvæði með handauppréttingu. Einnig bið ég fundarmenn að hafa slökkt á hljóðinu, setja mute þegar ekki verið að taka til máls. Þá göngum við til dagskrár og fyrsti liður almenn mál, liður 1, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021-2024 og eins og kom fram upp að þá situr fjármálastjóri þennan lið og þá til svara einnig. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri mæli fyrir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2021-2024 í fyrri umræðu. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarritari og fjármálaráðherra sem hér eru annaðhvort á staðnum eða þetta öll í mynd. Hér kemur fram, þá erum við hér í fyrri umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana þess sveitarfélagsins fyrir árin 2021-2024. Tillagan hér með lögð fram til fyrri umræðu sem áður segir. Að venju samanstendur hún að tölulegri umfjöllun annars vegar A-hluta bæjarsjóðs og hins vegar A- og B-hluta ásamt greinargerð. Í A-hluta aðalsjóður eignasjóður en í B-hluta eru veitustofnanir, hitaveita, vatnsveita og fráveita, auk hafnarsjóðs félagslegra íbúa, hjúkrunarheimila, allavega til að byrja með, og sorpstöðvar í byrjun árs. Líkt og síðasta ári áætlun sett fram sameinuð í eina fjárhagsáætlun, áætlun næsta árs, það segja árið 2001 og 3 áætlun fyrir árin 2022-2024. Þá einnig að finna í áætlunni ítarlegri upplýsingar rekstur Fjarðabyggðar. Áætlunin ber merki þess að COVID-19 faraldurinn sem tekist hefur verið á við frá upphafi ársins 2020 hefur mikil efnahagsleg áhrif á umhverfið allt. Áætlað að niðurstaða ársins 2020 verði sem nemur 250 milljónir króna lakari en upphafleg áætlun sveitarfélagsins gerði ráð fyrir. Skýrist það meðal annars að því að bæjarstjórn Fjarðabyggðar tók ákvörðun aukin rekstrarútgjöld og fjölgaði meðal annars sumarstörfum sem viðspyrnu við efnahagslegu ástandi í þjóðfélaginu. 100 milljónir króna var varið til fjölgunar starfa fyrir námsfólk og atvinnulausa sem nýttust mjög vel í ýmsum verkefnum hjá sveitarfélaginu. Þá var ýmis kostnaður sem féll til aukalega vegna COVID-19 aðgerða. Bara hluti kaup á ýmsum búnaði til að halda úti óbreyttri starfsemi sveitarfélagsins, þrátt fyrir þær takmarkanir sem við höfum undirgangast og erum enn að undirgangast. Aukin kostnað vegna þrifa og sótthreinsunar, húsnæðis og aukin launakostnaður ásamt ýmsum fleiri aðgerðum sem nam allt að 50 milljónir. Samhliða lækkuðu framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga rúmar 100 milljónir vegna minnkandi tekna þess sjóðs.
Ófyrirséð hversu alvarlegar afleiðingar COVID-19 mun hafa á efnahagsþróun ársins 2021. En reynt að stíga varlega til jarðar í fjárhagsáætlun ársins 2021 fyrir Fjarðabyggð. Vænt útkoma þessa árs gerir ráð fyrir 4,1% hækkun útsvars sem lægra en spá almenna launaþróun sem vænst að verði 5,6%. Þá einnig gert ráð fyrir varfærni nálgun í tekjum Hafnarsjóðs en Fjarðabyggðarhafnir eru annar stærsti hafnarsjóður landsins og stærsta löndunarhöfn og uppsjávarafurðum hérlendis. Ekki gert ráð fyrir loðnuveiðum á árinu 2021 í fjárhagsáætlun vegna óvissu í mælingum og stofnstærð, þó engu að síður bindum við það vonir að slíkt verði. Í upphafi fjárhagsáætlunarvinnu ársins 2021 var gert ráð fyrir að tap yrði á rekstri A-hluta sveitarfélagsins á því ári sem næmi allt að 130 milljónum, en í vinnu með hana hefur tekist að snúa við þeirri spá og áætlað að rekstur A-hlutans skili nú 10 milljóna afgangi. Engu að síður býður bæjarstjórnar vinna við að halda áfram að greina rekstur sveitarfélagsins og leita leiða innan hans til að mæta fjárfestingum og greiðslu afborgunarlána lána. Gert ráð nú í fyrri umræðu við að mæta fjárfestingum og afborgunarlána lána með 180 milljóna lántöku árlega á næstu 2 árum og svo 100 milljónum á árinu 2023. Til þess að takast á við þetta þarf að horfa sérstaklega til núna í áframhaldi vinnu við að skoða nánar meðal annars úthlutunarlíkön í fræðslumálum, fyrirkomulag stjórnunar í rekstri sveitarfélagsins og eignasafn þess með það fyrir augum að fækka og nýta betur eignir þess. Allt þetta leiðir sem þið vel þarf að rýna og ræða með það fyrir augum að halda áfram uppi góðu þjónustustigi í sveitarfélagi fyrir íbúa. Gera má ráð fyrir frekar umræðu þessar leiðir milli umræðna fjárhagsáætlun í bæjarstjórn, en markmiðið þó frekar að horfa til þess að búið verði að greina möguleika og útfærslu þeirra fyrir rammaúthlutun fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 sem fer fram í maí á komandi ári. Mikilvægt í öllu þessu ferli eins og alltaf þegar rekstur er rýndur að langtímamarkmið og hagsmunir séu skýrir. Nú í árslok 2020 hefur bæjarráð tekið ákvörðun að endurfjármagna hluta langtímaskuldi sveitarfélagsins upp á 700 milljónir króna til að létta á greiðslubyrði lána næstu 3 ára, ekki síst með efnahagslega óvissu í huga. Var þessi ákvörðun tekin eftir nánar skoðun og umræður, ekki síst í ljósi breytinga á vaxtaumhverfi lána á markaði. Að undangengnu útboði lánasjóðs sveitarfélaga eru kjörin nú 1,4% útlánsvextir sem eru áður óþekkt kjör gagnvart sveitarfélögum. Kjör fyrir lána sem verið var endurfjármagn voru kringum 4%. Þannig að þrátt fyrir þessa breytingu mun afborgunarbyrði lána sveitarfélagsins lækka, um 150 milljónir árið 2024 og eftirleiðis sem mun veita aukið svigrúm í rekstri. Þrátt fyrir að leita sér nú leiða til að létta rekstur sveitarfélags þá áætlun fjárfestingar ársins 2021 nokkuð umfangsmikil. Þar verið að bregðast við aukinni þörf í samfélaginu fyrir bættri íþróttaaðstöðu og stækkun leikskóla á Eskifirði. Þá ekki síður horft til ákalls ríkisvaldsins nauðsyn þess að opinberir aðilar dragi ekki úr fjárfestingu meðan óvissa í efnahagslífinu. Ljúka á byggingu nýs íþróttahúss á Reyðarfirði árinu 2020 sem 2021 átti að vera fyrir ekki það prentvilla þarna, árinu 2021 sem gjörbeta mun allri aðstöðu til íþróttaiðkunar sem tekur mið af fólksfjölgun þar. Sú framkvæmd tengd sölu rafveitu Reyðarfjarðar til Rarik og Orkusölunnar á árinu 2020 en bæjarstjórn samþykkti að ákváða þeirri sölu nýttu þessar uppbyggingar. Samhliða byggingu íþróttahússins verður farið í fjárfestingu í sundlaug Reyðarfjarðar þannig hún nýtist grunnskólanum til sundkennslu. Jafnframt verður farið í lokahönnun og gerð útboðsgagna vegna stækkunar leikskólans Dalborgar á Eskifirði og hefja þar framkvæmdir í framhaldi. Þörf fyrir stækkun leikskólans ásamt því að nauðsynlegt að fara í gagngerðar endurbætur og starfsmannaaðstöðu eldri byggingar. Þá einnig gert ráð fyrir fjárfestingu félagsfund á Reyðarfirði með flutning félagsmiðstöðva þangað í huga ásamt sameiginlegri notkun sem salur fyrir leikskólann Lyngholt og það í samræmi með stefnu bæjarstjórnar betri nýtingu húsnæðis sveitarfélagsins leið og félagsheimilin fá hlutverk að nýju. Einnig gert ráð fyrir fjárfestingu nýju skjalasafni sveitarfélagi í Lúðushúsi en í dag eru skjalasafn þess geymt á nokkrum stöðum og óásættanlegar aðstæður og það sömuleiðis í samræmi með áætlun betri nýtingu húsnæðis. Áfram verður haldið með ofanflóðavarnir í sveitarfélaginu, áætlað að ljúka gerð 3. varnargarðs á Norðfirði á árinu 2021 ásamt því að framkvæmdir verði í fullum gangi við Lamberrá. Hefur sveitarfélagið ýtt mjög á að haldið verði svo áfram í gerð 4. og síðasta varnargarðsins á Norðfirði og ofanflóðavarna í Grjóta og Eskifirði í framhaldi, þannig að vörnum gegn ofanflóðum verði lokið í sveitarfélaginu næstu árum. Þannig gert ráð fyrir fjárfestingum í A-hluta upp á 585 milljónir króna vegna þess. Þannig gert ráð fyrir
fjárfestingum í A-hlut upp á 585 milljónir króna á næsta ári fyrir GIG. Fjárfestingar í hafnarsjóði eru sömuleiðis töluverðar og þar stærst áframhaldandi uppbyggingu hafnaraðstöðu við nýtt fiskveiðiver og frystigeymslu Eskju og Eskifirði upp á 330 milljónir. Öflugur sjávarútvegur í sveitarfélaginu er einn af máttarstólpum atvinnulífsins og hefur hafnarsjóður fjárfest mikið í aðstöðu vegna starfsemi sinnar á síðustu árum til að bregðast við þörf þar um. Heildarfjárfestingar hafnarsjóðs eru áætlaðar á næsta ári 450 milljónir. Eins og verið hefur undanfarin ár með fjárhagsáætluninni er áfram lögð áhersla á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð. Við gerð fjárhagsáætlunar 2021 munu flestar gjaldskrár hækka undir áætluðum verðlagsbreytingum og launahækkunum samkvæmt kjarasamningum eða 2,4%. Gjaldskrár leikskóla, frístundaheimila og tónlistarskóla standast vel samanburð við önnur sveitarfélög, þar með talið systkinaafsláttur og afsláttarkjör milli frístundaheimila og leikskóla. Systkinaafsláttur leikskóla og frístundagjald ásamt tónlistarskólagjöldum eru með því hagstæðast sem gerist á landinu. Þá er áframhald og lækkun skólamáltíð í Fjarðabyggð. Máltíðin kostaði 450 kr. árið 2018 og kostar í dag 150 kr. Er stefnan að þær verði gjaldfrjálsar frá haustinu 2021. Með þessu er áfram lögð áhersla á velferð fjölskyldufólks í Fjarðabyggð. Verið er að innleiða sprett sem er þverfaglegt teymi sérfræðinga þar sem aðferðir Austurlandslíkansins eru hafðar að leiðarljósi og með því eflt stoðkerfi fjölskyldusviðs með snemmtæka íhlutun að markmiði, þannig að betra umhald verði þá sem þurfa aðstoð að halda og kostnaður minnki til framtíðar litið. Bæjarstjórnin var einnig búin að samþykkja að fara í verkefni með Janus heilsueflingu til að efla lýðheilsu og eldri borgara í sveitarfélaginu á þessu ári. En takmarkanir vegna COVID-19 hafa tafið að það verkefni hafi komist af stað. En stefnan var sett á árið 2021 með vonum að sóttvarnatakmarkanir verði þannig að slíkt verði mögulegt. Skuldahlutfall og skuldaviðmið samstæða A- og B-hluta mun breytast á árinu 2021 til hækkunar. Bæði vegna aukinnar lántöku en ekki síst vegna breytinga á tekjumódeli sveitarfélagsins. Gæti þar áhrifa vegna sölu rafveitu Reyðarfjarðar og vegna uppsagnar sveitarfélags og samningi um rekstur hjúkrunarheimilanna sem taka á gildi þann 1. apríl árið 2021. Sveitarfélagið hefur á liðnum árum þurft að leggja hjúkrunarheimilana til fé vegna tapreksturs þeirra árlega 70 milljónir króna meðal annars á árinu 2020. Hefur ítrekað verið reynt að ræða þessa óásættanlegu stöðu ríkisvaldið en hvorki gengin er rekið, þannig að bæjarstjórn tók ákvörðun á haustdögum 2000 á þessu ári að segja umræddu samningi upp við sölu og þannig munu rekstur hjúkrunarheimila hverfa úr okkar rekstri frá og með 1. apríl komandi. Við sölu rafveitunar og brotthvarf hjúkrunarheimilanna hverfa 800 milljónir króna tekna úr ári úr rekstri sveitarfélagsins sem meðal annars hafa þessi áhrif á skuldahlutfall og skuldaviðmið. Skuldahlutfall A- og B-hluta verði því 120% á árinu 2021 og skuldaviðmið A- og B-hluta 88%. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal skuldaviðmið fyrir A- og B-hluta ekki vera hærri en 150% af reglulegum tekjum, en vegna óvissu í efnahagshorfum hefur ríkisvaldið aftengt það viðmið næstu 2 árin. Engu að síður er Fjarðabyggð vel innan þess viðmiðs óháð þeirri ákvörðun. Á undanförnum árum hefur aukinn metnaður og áþreifanlegur árangur náðst í fegrun bæjarkjarnanna. Gert er ráð fyrir að verkefni við hreinsun og fegrun bæjarkjarnanna verði áfram haldið á árinu 2021. Flokkun og endurvinnsla úrgangs skipa líka sífellt stærri sess í rekstri sveitarfélagsins og nauðsynlegt að sem minnst fari til urðunar til framtíðar með umhverfið í huga. Verið er að vinna nú á útfærslum og málaflokknum á sveitarfélaginu þar sem samningur þar er úti og mun umhaldan skýrast á næstunni. Er haft þar að leiðarljósi betri nýting þess fjármagns sem til hans fer ásamt gæðum þjónustu. Þá er verið að vinna að umhverfisstefnu fyrir sveitarfélag sem stefnir að samþættinni rekstur þess og þjónustu til framtíðar. Eins og komið hefur í ljós laða sterkir innviðir sveitarfélags að sér áhuga fjárfesta. Hefur þessi áhugi einkum beist að atvinnuuppbyggingu í hafnsækinni starfsemi. Þetta má meðal annars sjá á áhuga fyrirtækja í fiskeldi að koma starfsemi sinni fyrir í fjörðum Fjarðabyggðar sem gera má ráð fyrir að aukist á komandi árum. Slíkt er mjög mikilvægt og gera má ráð fyrir að fiskeldi verði ein stoðin enn undir öflugt atvinnulíf í sveitarfélaginu ásamt sjávarútvegi, álveri, iðnaði og ýmissi þjónustu sem er í sveitarfélaginu fyrir. Fjarðabyggð hefur á liðnum árum leitt saman fyrirtæki og stofnanir á Austurlandinu undirbúa og koma á fót háskólaútibúi sem mikil þörf er á í þessu landsfjórðungi. Komin er nú á samningum milli SSA og Mennta- og menningarmálaráðuneytisins áframhald verkefnisins og mun sveitarfélagið vinna málunum krafti áfram með það að markmiði að slíkt útibú verði veruleika sem allra fyrst. Það var áfram horft til uppbyggingar í ferðaþjónustu í samræmi við ferðamálastefnu sem sett var á árinu eftir að COVID-19 faraldurinn hefur nú sleppt tökum á okkur sem vonandi verður.
fyrr en seinna sem gert hefur þeirri atvinnugrein afar erfitt fyrir. Slíkur áhugi sýnir sterka stöðu sveitarfélagsins framtíðar litið og þetta endurspeglast í þessari fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram þrátt fyrir utanaðkomandi aðstæður séu erfiðar. Eins og áður segir verða aðhald í rekstri sveitarfélagsins viðvarandi á næstu árum og áfram verður leitað hagræðingartækifæra. Sú fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram er unnin með hliðsjón af fjármálareglum og fjárhagslegum viðmiðum sveitarfélaganna samkvæmt lögum þar um. Í áætluninni fylgir svo tölulegar samantektir eins og áður segir og greining, en svona er hún lögð hér fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Björn. Orðið er laust, það eru 2 konur mælendaskrá, ég ætla að taka hérna til máls. Mig langar að byrja því að þakka sérstaklega fjármálastjóra sem og bæjarstjóra, sviðsstjórum, formönnum nefndar fólki, bæjarfulltrúum og öðrum starfsmönnum sem koma að vinna við fjárhagsáætlunar fyrir vel unnin störf. Núna er fjárhagsáætlun 2021 til 3 ára lögð hér fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn og bæjarstjóri hefur hér farið vel yfir áætlunina. Við þurfum að takast á við mjög sérstakar og fordómalausar aðstæður í dag á tímum heimsfaraldurs kórónuveirunnar COVID-19 og því er mjög ánægjulegt að við séum að skila fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2021 rétt megin við núlli hér í fyrri umræðu. En eins og hefur komið fram þá verða fleiri þættir skoðaðir milli umræðna með hagræðingu í huga. Jákvætt er að áætlunin felst jafnframt í að haldið verði áfram í framkvæmdum í sveitarfélaginu. Þar sem verður að nefna uppbyggingu á hafnarmannvirkjum, ný viðbyggingu í leikskólann Dalborg og byggingu nýs íþróttahúss á Reyðarfirði. Það eru einnig skilaboð sem hafa verið send út frá ríkisstjórninni að sveitarfélag leggi til, passi upp á að hækka þjónustustigið eða halda þjónustustigi og framkvæmdum og höfum haft þau tilmæli til hliðsjónar í vinnu við fjárhagsáætlunina sem er mikilvægt þar sem atvinna og velferð þurfa hvort öðru að halda til þess að stöðugleiki og gott þjónustustig geti haldist í samfélaginu. Ekki meira frá mér í bili, Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Út á mjúti, Raggi. Já, akkúrat, skemmtilegt. Forseti, bæjarstjóri, aðrir bæjarfulltrúar. Ég tek undir með forseta bæjarstjórnar og þakka fjármálastjóra og nefndunum fyrir þessa yfirgripsmiklu vinnu sem hefur átt sér stað á undanförnum vikum og mánuðum og eins bæjarstjóra fyrir fína yfirferð á fjárhagsáætlun til fyrri umræðu. Eins og sést á bókun Sjálfstæðisflokksins á bæjarráðsfundi þann 2. nóvember að þá styðjum við framlagningu fjárhagsáætlunar og Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árin 2021 til 2024 og það gerum við með þeim fyrirvara að áfram verði unnið að aðhaldsaðgerðum í rekstrinum á milli umræðna og við leggjum áherslu á að reksturinn sé sjálfbær og að útgjöld sveitarfélagsins endurspegli tekjuhlið þess og þetta gerum við þrátt fyrir að við séum að glíma við efnahagsþrengingar vegna COVID og alls þess en þess ber að geta að það er þó svo að áhrifana af því gæti víða að þá er vandfundið það samfélag sem að hefur lítil áhrif á eins og Fjarðabyggð. En ég ger ekki lítið úr áhrifunum enga síður. Miklu frekar myndi ég telja að áhrif loðnubrests 3. ári í röð hefði meiri áhrif. En þrátt fyrir það að þá erum við að horfa til þess í fjárhagsáætluninni
á þessu ári að þá hefur sveitarfélagið tekið rúman 1,4 milljarða láni og 700 milljónir er vegna nýrrar lántöku á þessu ári og 700 til endurfjármögnunar á lánum sem að Fjarðabyggð hefur verið í afborgunum á. Og við núverandi aðstæður og með tilliti til þeirra lánskjara sem okkur bauðst að þá þótti okkur ekki óskynsamlegt að fara í þessa endurfjármögnun þar sem að vextir voru mjög hagstæðir en enga síður og þrátt fyrir það þá er það ákveðin vonbrigði að fara í þessa endurfjármögnun þó svo að það hafi ekki umtalsverð áhrif á fjárhag sveitarfélagsins en þá er það vonbrigði að því leytinu til að síðustu afborganirnar voru rétt handan við hornið og vissulega háar afborganir en það var ansi stutt eftir og mikið svigrúm hefði skapast við það að núlla út þessi lán og klára afborganir á þeim og búið að horfa til þess lengi og búið að vera stefnan í ansi mörg ár að búa þannig hæginn að geta klára það. En vissulega verður nú til aukið svigrúm með þessari endurfjármögnun þar sem að heildarfjárhæð lánanna er dreift yfir á fleiri ár og í ljósi þessa og þeirra lántaka sem að þegar hefur verið ráðist í á kjörtímabilinu þá er það okkar mati ætti það að vera kappsmál að við stillum rekstur sveitarfélagsins af til næstu ára þannig að hægt verði að komast hjá auknum lántökum á næstu árum og það teljum við að eigi að vera forgangsmál núna á milli umræðna og finna leiðir til þess að komast hjá þeirri lántöku sem er gert ráð fyrir í áætlun til ársins 2023, það er að taka lán fyrir allt að 500 milljónum. Ofan á þær lántökur sem nú þegar er búið að stofna til. Og við teljum að við getum vel komist að samkomulagi meirihluti og minnihluti það hvernig við stillum reksturinn af þannig að við þurfum ekki að fara í þessa auknu skuldsetningu og hygg að okkur takist það á milli umræðna og með það fyrir augum þá samþykktum við framlagningu fjárhagsáætlunar til fyrir umræðu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnar. Orðið er laust. Hversu vill hver til hljóðs. Svo virðist ekki vera. Þá ber ég lið 1 fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021-2024 til samþykktar að vísa fjárhagsáætluninni Fjarðabyggðar til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem það samþykkja. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í dagskrárlið 2, það er fundargerðir bæjarráðs númer 684, 685 og 686 sem við borðum hérna upp saman. Sigurður Ólafsson hefur beðið málið, gjör svo vel. Já, forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að tala mikið eða lengi þessar fundargerðir, en ég ætla svona að tala almennt þar. Þessi fundir náttúrulega hafa markast mjög af því að við erum að vinna í fjárhagsáætlun, þannig að þeir hafa snúist að miklu leyti þær og ýmsar hliðar á rekstrinum og þær framkvæmdir sem eru á áætlun. Mér vil taka undir með forseta og bæjarstjóra og þakka fjármálastjóra og sviðsstjórum og starfsfólki í nefndum fyrir góða vinnu við undirbúning áætlunar. Þetta er gífurlega mikil vinna og ég veit að þetta eru mjög langir og strembnir dagar hjá þeim sem að bera hitann og þungan af þessari vinnu. Þannig að það er gott að þakka fyrir það.
það náttúrulega, þetta ansi stórt högg sem að við fáum á okkur með COVID og loðnubresti og þannig að það þarf að ræða þær ákvarðanir sem við erum að taka núna vel og vandlega og og það þetta margt í þessu sem að má hafa ýmsar skoðanir á. Við svona tökum þann pól í hæðina að stíga frekar varlega til jarðar og og svona reyna að halda okkar striki í rekstrinum og framkvæmdum en að sjálfsögðu leita leiða til þess að láta þetta allt saman sleppa eins vel og hægt og svo vinna náttúrulega þarf að halda áfram núna á milli umræðna og ég tek undir það að auðvitað þarf rekstur A-hluta að vera sjálfbær og það verður að sjálfsögðu markmið í þeirri vinnu. Svona mjög mikilvægt fyrst mér að við náum að halda okkar striki með þessi mikilvægustu verkefni eins og jurtaósið á Reyðarfirði og stækkun og breytingar á leikskólanum á Eskifirði. Aðstaðan þar algjörlega ófullnægjandi eins og staðan í dag og það bara brýnt að við getum keyrt það verkefni áfram og mjög gott ef það næst samstaða að halda okkar striki þar. Annars ætla ég ekki að tala neitt sérstaklega einstök mál í þessum fundargerðum en og segja þetta bara gott í bili. Formanni bæjarráðs fyrir. Orðið laust fundargerð bæjarráðs. Einhver sem vill taka til máls. Svo virðist ekki vera að þá ber ég fundargerð bæjarráðs upp til samþykktar. Þeir sem þær samþykkja. Þær eru samþykkt með bæjarstjóri. Samþykkir þú? Með 9 atkvæði. Þá erum við komin í lið fundargerðir eignaskipunar- og umhverfisnefndar nr. 272 og 273 og ég ætla aðeins að fá að taka til máls undir þeim fundargerðum og vekja athygli á vinnu sem hefur verið í gangi við endurskoðun aðalskipulags. Undir 272 þá var vinnufundur sem var tekinn fyrir og svo lið 5 í fundargerð 273 þá var samþykkt að kalla eftir þátttöku nefndin eftir að kalla eftir þátttöku íbúa við endurskoðun aðalskipulags og með spurningakönnun sem sem sagt þá og fyrir íbúa og aðra hagsmunaaðila sem þá þáttur í mótun skipulagsins. En undir venjulegum kringumstæðum þá hefði verið haldnir íbúafundir með íbúum en vegna COVID var farið svo leið að setja fram spurningakannanir á vefnum og lagðar eru sem sagt fram 3 kannanir, ein fyrir almenna íbúa, önnur fyrir aðra fyrir landeigendur og svo fyrir þriðja lagi fyrir fyrirtæki. Og nefndin samþykkti jafnframt að spurningakannanirnar yrðu aðgengilegar á íslensku, á ensku og pólsku. Þannig að við sem þá reyna að ná til flestra íbúa sem íbúa Fjarðabyggðar. Kannanirnar eru komnar inn á heimasíðu Fjarðabyggðar og eru opnar til 15. nóvember og hvetja alla til að íbúa til þátttöku. Og einnig eru auglýst inn á miðlum, austfirskum miðlum og inn á vefsíðum. Einnig kom aðeins inn á lið 6, deiliskipulag Eskifjörður útkaupstaður og það einnig sama, það var ákvað nefndin að kalla eftir þátttöku íbúa við gerð deiliskipulagsins. Og Eskifjörður útkaupstaður sem afmarkast af svæðinu neðan Túngötu milli Grjótar og útkaupstaðarbrautar og til sjávar. Gert verður ráð fyrir að byggingarnar við Strandgötu 38 til 42 verði víkjandi sem þá gamla frystihúsið og verbúðirnar og leita verður eftir tillögu að nýtingu svæðisins frá íbúum.
Fundur með íbúum var fyrirhugaður í mars fyrir þessu ári, en vegna, eins og áður segi, vegna COVID-19 þá verður það núna farið svo leið að óska eftir tillögum frá íbúum á vefnum. Ekki fleira í bili. Orðið laust þessa fundargerðir. Eitthvað sem vill taka til máls. Svo virðist ekki vera, þá ber ég upp fundargerðir eignaskipunar umhverfisnefndar nr. 272 og 273 upp til samþykktar þeir sem þær samþykkja. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð hafnarstjórnar nr. 251 og orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur kveðið sér til hljóðs, þannig að þá ber ég þær upp þessa fundargerð upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum komið fundargerð fræðslunefndar nr. 91, orðið laust. Einar Már Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, það rétt að fjalla örlítið eitt sem kemur endar aftur fyrir hér hjá okkur undir liðnum almenn mál á eftir, það að segja tónlistarnám utan lögheimilissveitarfélags. Nefndin skipaði 5 manna starfshóp þetta mál til þess að fara yfir málið mjög vítt og gera það þannig að menn gerir sér fullilega grein fyrir því hvað þarna væri á ferðinni, og það voru að segjast að starfshópurinn átti mjög ánægjulega yfirferð yfir þessi mál. Þarna voru samt fulltrúar allra flokka sem eiga kjörna fulltrúa í nefndina og síðan hræðslustjóri og einn fulltrúi frá skólastjórnum tónlistarskólana. Við skoðum þetta eins og ég sagði áðan, það var vítt og vandlega. Fórum yfir þann samning sem gerður var fyrir nokkru síðan milli ríkisins og sveitarfélagana. Enduðum með það að semja reglur fyrir okkur sem raunverulega staðfesting á því sem menn hafa verið að gera undanfarin ár, en það hefur ekki verið sett í regluform fyrr, og tökum mið af þessum samningi sem gerður var og þeim reglum sem gilda framlög úr jöfnunarsjóði. Þannig að við erum búin að ramma það vel inn. Við hins vegar áttuðum okkur afar vel á því við þessi yfirferð að það margs konar mismunum sem á sér stað í þessu kerfi. En það töluverð vinna að fara í það allt saman, og við mátuðum það þannig að ýmislegt þarna eins og við þekkjum í samskiptum ríkis og sveitarfélaga á gráu svæði, og töldum ekki rétt að við myndum ganga inn á það gráa svæði, því að oft hefur það reynst þannig ef að sveitarfélög gera það að þá líti ríkið þannig á að þar með séu þau lausir allra mála. Við teljum hins vegar eftir þessi yfirferð það sé afar mikilvægt að þessi samningur verði tekin upp og gerðar á honum margs konar leiðréttingar, og við eigum töluvert í farteskinu sem myndi nýtast við þá vinnu. Þannig að ég hef óskað eftir því við fulltrúa svæðisins í stjórn Samvinnufélags sveitarfélaga að þetta verði tekið þar upp, og við erum reiðubúin til að leggja fram vinnu ef að næst einhver snerti flötur á ríkisvaldinu til að endurskoða þennan samning. Það er lokið máli mínu. Takk fyrir þetta, Einar. Orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Enginn hefur kveðið sér til hljóðs, þannig að ég ber fundargerð fræðslunefndar upp til samþykkis þeir sem hana samþykkja. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin í fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar nr. 32. Orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur kveðið sér til hljóðs, þannig að ég ber hana upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin í fundargerð félagsmálanefndar nr. 138. Orðið laust þá fundargerð. Hjördís Helga, gjörðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar og bæjarstjóri, ég ætlaði nú bara, og aðrir, ég ætlaði nú bara að ræða eitt mál sem við tókum fyrir, og það styrkbeiðni vegna rekstur afls. Við tókum ákvörðun að hækka styrkinn til þeirra og styrkja þeim 150.000, en afli gegn kynferðis- og heimilisofbeldi. Og við teljum svona á meðan ástandið eins og það í samfélaginu og margir heima á sér, og það hefur verið aukning í heimilisofbeldi, að
að þetta væri styrkur sem myndi koma á góðum notum. Annað var það ekki. Já, þakka fyrir þetta, Hjördís. Þá þeir bera upp fundargerð félagsmálanefndar nr. 138 til samþykkis, þessum hana samþykkja. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Ég ætla að vekja athygli í hljóðinu yfir lið 9, taka hann upp það er á fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 8-10. Orðið laust hana. Eitthvað sem vill kveðast til hljóðs. Pálína Margeirsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarstjóri og fundargestir. Mér langaði kannski bara aðeins að koma þarna lið 1 í fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar og það er sem sagt skýrslan frá ráðgjafarfyrirtækinu Ráðrík. Við erum náttúrulega aðeins búin að fara yfir þessa skýrslu áður en eins og kemur náttúrulega fram þá er þessi skýrsla fyrst og fremst kannski gott vinnuplagg fyrir okkur í nánustu framtíð. Þarna svolítið sjáum við svona yfir sviðið með utanaðkomandi augum og ég held að það sé bara mjög hollt fyrir okkur að fá svona utanaðkomandi aðila til að fara þessi gegnum þetta hjá okkur. Það sem við kannski helst skínu upp og það sem kannski mest liggur á, það er það sem þeir koma inn á við þurfum náttúrulega að móta okkur stefnu, bæði til lengri og skemmri tíma uppbyggingu íþrótta- og mannvirkja nýtingu þeirra og einnig rekstur einstaka verkefna málaflokksins. Það kemur líka fram í þessari skýrslu að til þess að við getum svona, hvað segir maður, hver einn geti nýtt sína styrkleika og þá er ég að tala staðina, að þá náttúrulega komum við inn á almenningssamgöngur og það vita það allir sem hér að við erum náttúrulega búin að ræða almenningssamgöngur í mörg ár og nú er vinna í gangi sem að vonandi skilar okkur einhverju. Við vitum að þetta kemur til með að kosta okkur fullt af peningum og það er nú sennilega það sem að hefur alltaf stoppað á að hér sé ekki betri almenningssamgöngur en þetta þurfum við að líta til þegar við horfum á málaflokkin í raun. Síðan nefna þær þarna sérstakan verkefnastjóra frístunda- og forvitnamála. Þeim finnst svona æskilegt að hann verði ráðinn og undir hann myndi þá heyra forvitnamál ungmenna, félagsmiðstöðvar, frístundaheimili, sumarfrístund og skipulag vinnuskóla. Og sem sagt verkefni þess aðila yrði þá svona endurskipuleggja og samræma vinnu með börnum og ungmennum í sveitarfélaginu. Ég held að sé full þörf á að skoða það þó við séum nú alltaf að tala að spara peninga sko. Svo náttúrulega kannski má ekki gleyma því að einn helsta ástæðan fyrir því að við farið var í þessa vinnu var náttúrulega það að málaflokkurinn er dýr hjá okkur. Þannig að við þurfum að rýna í rekstur málaflokksins og ef við lítum á einstaka þætti þá kemur náttúrulega þarna fram að íþróttahús og sundlaugar er okkur mjög dýrar og við erum langt fyrir ofan samanburð á sveitarfélagin. En við verðum líka að horfa á það að Fjarðabyggð er náttúrulega bara einstakt sveitarfélag. Það er ekkert sveitarfélag á Íslandi eins og við og það er náttúrulega líka þá kannski erfitt að vera með samanburð. Ég hef nú mikla trú á þessi mikli rekstra, það hvað málaflokkurinn sé dýr er náttúrulega tilkomið líka vegna þess hvað við eigum marga sundlaugar og við eigum mörg íþróttahús. En svo náttúrulega ýmislegt annað sem kemur fram í þessari skýrslu, ýmislegt í varðandi íþróttafélögin okkar og það er náttúrulega ýmislegt sem snertir okkur ekki beint, við getum ekki stjórnast í þeim en ég og gerum náttúrulega bara ráð fyrir öll íþróttafélög og vonandi bara sem flestir íbúar kynni sér innihald skýrslunar leið hún kemur á netið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Pálína. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Einhver sem enginn hefur kveðið sig í hljóðs, þannig ég ber fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar upp til samþykkis. Þá erum við komin í
Fundargerð, já, það var að fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina. Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli mína á vanhæfi sína undir þeirri fundargerð og mun víkja þennan lið. Orðið laust undir þessari fundargerð. Eitthvað sem vill taka til máls. Svo virðist ekki vera. Þannig að ég ber hana upp til samþykkis. Þeir sem hana samþykkja. Hún samþykkt með 8 atkvæðum. Þá erum við komin í almenn mál 2. Ég þarf að fá óska eftir leyfi bæjarstjórnar að setja mál á dagskrá vegna það mistök við uppsetningu við dagskrá. Það að koma inn lið úr fundargerð bæjarráðs númer 685 og úr lið 4 í fundargerð bæjarráðs númer 686. Það að koma inn útsvarsstofnum og fasteignagjöldum. Þannig að eru þið sammála því að taka þessa liði upp undir almenn mál? Ber ég það hér upp til þeir sem það samþykkja. Ef Ragnar ekki komin inn, þá kannski senda á hans skilaboð, hann megi koma hérna inn. Ég ber þetta þá upp aftur. Ragnar komin inn, en það ber ég Ragnar var komin hérna inn á þannig að það það mistök við uppsetningu dagskrá að það þurfti að lyfta upp lið 3 í fundargerð Jónbjörn. Það liður þetta hérna upp. Afsakið, forseti, takk fyrir. Það var liður 3, það kom ekki alveg skilskilaboð. Nei, það lið í fundargerð 685 liður 38 sem útsett. 38, já. Og í 686 liður 4. Þetta bara mistök við uppsetningu. Það búið að vísa þessu það búið samþykkja að vísa þessu inn til bæjarstjórnar í sérstaka afgreiðslu eins og hefðið er. Það bara gleymdist að lyfta þeim, þannig að við erum að óska til að fá heimild til þess að lyfta þeim bara hérna inn þegar það voru samþykja í bæjarráðs. Og ber ég það upp til samþykktar eða samþykja því að bera þetta upp, lyfta þessum liðum upp. Þeir sem það samþykja, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þannig að þá ætla ég bara að biðja ykkur að uppfæra fundargáttinni, fundarboðið þar, þá á það að koma inn. Kemur þá inn sem liður 21 og liður 22. En þá erum við komin í almenn mál. Og það liður 14. Samþykkt breytingar á samþykkt stjórn Fjarðabyggðar og fundarstjórn bæjarstjórnar. Ég mæli fyrir þessari tillögu breytingar á samþykkt Fjarðabyggðar. Hennar var vísað frá bæjarráði til fyrri umræðu bæjarstjórnar. Tillögu breytingu á samþykktum stjórn Fjarðabyggðar og fundarstjórn bæjarstjórnar. Lögð fram tillaga að breytingu á samþykkt þar sem safnanefnd hefur verið lögð niður og hlutverk hennar falið menningar- og nýsköpunarnefnd. Orðið laust þessa tillögu. Enginn hefur kveðið sér til hljóðs. Þannig að ég ber þessa tillögu upp til samþykkis að vísa tillögu til breytingar á samþykkt Fjarðabyggðar til síðari umræðu bæjarstjórnar. Þeir sem hana samþykkja
og hún samþykkt með 9 atkvæðum. Heyrðu, ég verð nú að biðjast enn afsökunar. Þetta kom svona óvænt inn, þessi liðir sem gleymdist að lyfta upp og þá hlaupum við yfir eina fundargerð. Það var fundargerð barnaverndarnefndar, númer 122. Þannig ætla að taka hana fyrir, orðið laust hana. Enginn hefur kvisið til hljóðs, þá ber ég hana eftir samþykkis. Þeir sem hana að samþykkja. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Fyrst afsökunar á þessu. Þá erum við held ég að komast á rétt ról aftur. Þá erum við komin í fundargerð lið 15. Erindisbréf menningar og nýsköpunarnefndar endurskoðað 2020 og ég mæli fyrir tillögu breytingu á erindisbréfi. Vísa frá bæjarráði til fyrri umræðu í bæjarstjórnar tillögu breytingu á erindisbréfi menningar og nýsköpunarnefndar. Lögð fram tillaga að breytingu sem fela í sér að menningar og nýsköpunarnefnd tekur við hlutverki sem safnanefnd var áður falið. Orðið laust tillögu, enginn kvisið til hljóðs og þá ber ég upp til samþykkis að vísa tillögu að breytingu á erindisbréfi menningar og nýsköpunarnefndar til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem það samþykkja, það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 16, fjárhagsáætlun 2020, viðauki 5, bæjarstjóri mun mæla fyrir tillögu viðauka 5 í fjárhagsáætlun ársins. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti og bæjarfulltrúar, takk fyrir. Eins og hér kemur fram, lagði hér fram viðauki 5 í fjárhagsáætlun 2020. Hann vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga til fjármögnunar eldri skuldabréfa. En eins og áður hefur komið fram, þá var í umræðum annars staðar, þá var á fundi bæjarráðs 27. október síðastliðinn samþykkt tillaga að taka 700 milljónir láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga með það fyrir huga að greiða upp lán þar með gjalddaga 1. september 2020 sem væri með þunga greiðslubyrði. Vegna þess að nauðsynlegt að gera breytingu á fjárhagsáætlun ársins 2020 til heimilt að taka þessar 700 milljónir til viðbótar á láni á árinu 2020. Þá felst í þessum viðauka og samþykkt ákvörðun að greiða 5 tiltekin skuldabréf á Lánasjóðinn sem eru bókfærð á aðalsjóð, eignasjóð, hafnarsjóð, hitaveitu, fráveitu, félagslegar íbúðir og vatnsveitu. Bæjarfulltrúar sjá í viðaukanum hvernig þær breytingar eru útlistaðar hjá fjármálastjóra en samanlagt þetta þannig að þessar breytingar hafa áhrif að rekstrarútgjöld í A-hluta hækka 29 milljónir, lántökur 405 í A-hluta og A-borganir hækka 376 langtímalána. Í B-hluta hækkar rekstrarútgjöld 21, tekjur hækka 410 og lántökur 295 og A-borganir langtímalán 204. Eigið fé einstaka stofnana og samstæðanir heild breytist í samræmis og sjóðsstaða helst var áætluð í lok árs 2020 556 milljónir, helst óbreytt með þessum viðauka. Nánari sundurliðun var einnig eins og kom fram í því gögnum sem undir þessu máli voru í kerfinu, þar sem eru jafnframt tölulegar upplýsingar eða nánari sundurliðun á viðaukanum þar, en hann til þessara breytinga ásamt því að í viðauka 1 við fjárhagsáætlun fjárlaga árið 2020 sem var samþykktur í kjölfarssölu var gert þarf að hækka sjóðstreymi 410 og viðskiptastaða rafveitunar lækkaði sömu upphæð og aðalsjóð og eigið fé tæki breytingum en réttara hefur verið að færa svo rafveitunnar í gegnum rekstrarveituna og þannig í gegnum sjóðstreymi. Þannig að þarna eru líka breytingar að ræða vegna sölunar en þetta eru samandregið í þessum viðauka. Þannig að það var ekki fleira. Þá orðið laust viðauka 5, lið 16. Enginn hefur kvisið til hljóðs, þannig ég ber upp lið 16 til samþykktar þeir sem hann samþykkja. Hann samþykktur með 9 atkvæðum. Þá eru komin í lið 17, lántaka 2020 hjá Lánasjóði sveitarfélaga, bæjarstjóri mun mæla fyrir tillögu lántöku hjá lántökuna. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Eins og kom fram og hefði kannski verið réttara við að vísa þessu og þessi hefur undan viðaukanum en
bæjarráð samþykkti á fundi sínum 27. október síðastliðinn að taka lán að upphæð 700 milljónir hjá Lánasjóði sveitarfélaga með útlánsvöxtum 1,4% til endurfjármögnunar eldri lána með þyngri vaxtakjörum eða 4% til þess að hagræða rekstri sínum og draga úr afborgunarbyrði. Lánið fékkst að undangengnum útboði hjá Lánasjóðnum með þessum áðurnefndum kjörum og þessu er hér vísað til endanlega staðfestingar bæjarstjórnar. Hann hefur áður hlotið samþykki bæjarráðs og búið að samþykkja viðauka undan sem felur í sér hvernig þessu ráðstafa til niðurgreiðslu eldri skuldabréfa. Það var ekki fleira minni hálfu. Þá hef ég orðið laust undir þessum lið, eitthvað sem vil taka til máls. Svo virðist ekki vera. Þannig að ég ber lið 17 upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 18. Boðun 35. landsþing sambandsins 18. desember 2020 og ég mæli fyrir lið 18 kosningu aðal- og varamanna á landsþings sveitarfélaga. Vísað var frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar kosningu aðals- og varamanna á landsþingi. Og tilnefndir eru sem aðalmenn Eydís Ásbjörnsdóttir, Pálína Margeirsdóttir og Dýrunn Pála Skaftaðardóttir, til vara Sigurður Ólafsson, Jón Björn Hákonarson og Ragnar Sigurðsson. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hefur þessi við hljóðs, þannig að ég ber tillögu 18 upp til samþykktar. Þeir sem hann er samþykkja, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 19. Reglur tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags. Ég mæli fyrir reglunum sem vísað var frá bæjarráði til afgreiðslu bæjarstjórnar, reglur tónlistarnám utan lögheimilis sveitarfélags. Reglurnar taka mið af samkomulagi sveitarfélaga og ríkisins og reglum stuðning við tónlistarnám og jöfnun aðstöðumunar nemenda til tónlistarnáms. Orðið er laust lið 19. Enginn hefur kveðið sér til hljóðs, þannig ég ber lið 19 upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 20, 730 hraun 1 og óregluleg breyting á deiluskipulagi. Og ég mun mæla fyrir þessum lið sem að vísa frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar, staðfesting á óverulegri breyting á deiluskipulagi hraun 1 á Mjórahöfn, þar sem gert er ráð fyrir gerð nýrra lóða fyrir vakthús og spennistöð við hraun 11 og 13, en tillaga var ekki grenndarkynnt þar sem hún hefur einvörðungu áhrif á lóðarhafa og fjarðabyggð. Orðið er laust lið 20. Enginn hefur þessi hljóðs, þannig ég ber lið 20 upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 21 sem er útsvar 2021 og bæjarstjóri mun mæla fyrir. Já, forseti og góði bæjarfulltrúar, ég ætla að biðjast afsökunar því að eins og bæjarfulltrúar þekkja gegnum tíðina þá leið og bæjarráð hefur samþykkt útsvarsstofn fyrir sitt leyti, þá var hún vísað til bæjarstjórnar í tengslu við fyrri umræðu samhliða fjárhagsáætlun til fyrri umræðu, þá er hún vísað hér ásamt fasteignagjöldum, hvoru tveggja eru forsendur í vinnunni, en því miður þá bara hafði þarist fyrir að lyfta þessum liðum upp, en bæjarráð hafði til að fjalla það eins og hér kom fram áðan á fundi sínum nr. 685 útsvarsstofni. Og samþykkti þar eftirfarandi að álagningarhlutfall útsvars verði hámarksútsvar eins og verið hefur. Það er 14,52% útsvarsstofni í Fjarðabyggð. Til að þessi samræmi við 24. grein laga tekjustofna sveitarfélaga nr. 4 frá árinu 1995 og eins og áður segir hlaut samþykki á fundi bæjarráðs 685 og að vísa hér til bæjarstjórnar sem enginn getur gengið að tekið ákvörðun þetta
Þannig að þetta hér framlagt. Takk fyrir þetta. Þá orðið laust lið 21. Eitthvað sem vill taka til máls? Svo vill ekki verið, þá ber ég þennan lið upp til samþykktar. Það sem hann þannig samþykktur með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 22 sem gjaldskrá fasteignagjalda 2021. Bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Forseti og góðir bæjarfulltrúar, líkt og áður segir, þá var þessi liður tekinn til umfjöllunar á fundi bæjarráðs nr. 686 leið og bæjarráð afgreiddi fjárhagsáætlun til fyrri umræðu. Þessi hér ráð fram gjaldskrá fasteignagjalda fyrir árið 2021. Í henni felast engar breytingar á gjaldastofnum Fjarðabyggðar, þeir eru þeir sömu og verið hafa árabil. Verðmæti stofnsins hefur hækkað, að fasteignaverðmætis álagningar stofnsins hefur hækkað 2,8% í Fjarðabyggð sem innan verðlagsbreytinga og þar og misjafnlega á milli hverfa eins og með þekkja og verið hefur í gegnum tíðina og eina heildina innan þessara prósentu. Jafnframt hefur verið uppfærð afsláttarkjör til eldri borgara og örorkulífeyrisþega og bæjarráð vísaði jafnframt í þessu var tekin umræða heilmikil álagningu vatnsgjalds sem hefur til umfjöllunar hjá bæjarráð áður með það fyrir augum að horfa til þess að fara í svokallaða stærðarútreikninga og bæjarráð var sammála því eftir að hafa tekið umræðu og skoða þá gögn og þá vinnu sem hefur verið greind á árinu að taka þá vinnu aftur til umræðu á árinu 2021. Þannig að álagning vatnsgjalds er að öðru leyti bara óbreytt frá fyrri árum. Þannig að þetta er svo framlagt hér. En bæjarráð samþykkti þetta og vísaði þessu hér til bæjarstjórnar að sjálfsögðu til þessa fundar. Takk fyrir þetta. Þá orðið laust lið 22 gjaldskrá fasteignagjalda 2021. Það engin óskað eftir því að taka til máls, þannig ég ber lið 22 upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Þá dagskrá fundarins tæmd og það verður boðið til næsta fundar með dagskrá og sá bæjarstjórnarfundur verður 19. nóvember næstkomandi. Ég þakka fundarsetuna og góðar umræður og segi hér með fundi slitið.